Komið sæl og verið velkomin í golfþátt Kylfings. Golftíðin er komin í fullan gang og við erum á fullu með kamerur og kylfur á lofti. Þeir eru farnar eldastæðanskylfingarnir. Meðalaldurinn er eitthvað staðar rétt undir 50. Við förum nokkur sinnum í viku. Þannig að það er nú allavega hreyfing hjá okkur, sko. 3-5 sinnum í viku. Hvað finnst þér eftirminnilegastur á öllum þessum ferðum? Ég hitti fyrsta dræfið á gamla vellinum, Old Course. Kálfatjarnarvöllur hjá golfklúbbi Vatnsleysustrandar er völlur sem vert er að gefa gaum í flóru minni golfvallana. Hann er staðsettur mitt á milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar og liggur umhverfis Kálfatjarnarkirkju. Það er því stutt í messu ef kylfingar vilja slá 2 flugur í einu höggi á góðum sunnudegi, fara til kirkju eftir golf. Völlurinn er 9 holur par 70. Ýmsar torfærur eru utan brauta, svo sem gamlar grjótlæðslur, hraun, tjarnir og fleira. Hann er því sýnd veiði en ekki gefinn og það er langt frá því að vera öruggt að lágar tölur sjáist á skorkortinu, því erfitt getur verið að skora á honum þó hann sé ekki langur. Formaður klúbbsins segir að vel sé tekið á móti gestum en völlurinn hafi tekið vel við sér nú í byrjun sumars. Við komum bara vel undan vetri. Voru var kallt eins og við sjálfsagt öll vitum en á 2-3 vikum þá kom hann fljótt til völlurinn. Hvernig er aðsóknin búin að vera? Bara með ágætu móti, það er náttúrulega kallt voru, það er náttúrulega eins og gefur að skilja þá fer fólk setna þess að stað með setti sín og tekur það út en það er bara byrjar ágætlega og þetta er svona bara líklega betur enn í fyrra og síðustu 2 ár. Hilmar segir að andinn sé mjög góður í klúbbnum á Kálfatjörn. Herru, þetta er afskaplega góður félagskapur. Hérna er rólegt og fínt andrúmsloft, alveg sæmileg traffík á vellinum og enginn að flýta sér svo sem. Hérna er þetta svona meira kannski, þeir eru farnar eldastæðanskylfingarnir. Meðalaldurinn er eitthvað staðar rétt undir 50, þannig að það kannski segir sitt. Karlar fleiri en konur? Já, þeir eru fleiri, mun fleiri en við vonumst til þess að konurnar svona þeim fara að fjölga. Þó völlurinn sé flatur þá er ýmislegt í umhverfinu sem gerir hann sérstakann. Það sem einkennir völlinn er þetta manngerða landslagi á honum. Hérna er mikið á tóttum og hlöðnum túngörðum öðru sem fyrir þann sem hefur ekki komið áður að hann hérna hefur gaman að því en það er líka fljótt að refsa að lenda í þessum görðum og alltaf sér eitthvað stórt að þá getur maður að fara illa. Nýlega fékk klúbburinn að gjöf hjartastuðtæki frá kvenfélaginu Fjólu sem fagnar 90 ára afmæli á þessu ári og Lions-klúbbnum Keili sem er 40. Já, svona kannski ljósið þess að meðlimir er eldast. Nei, ég segi það nú ekki en þetta er að verða svona fastu liður hjá svona félögum að hafa þetta tæki til taks ef á þyrfti að halda en sjálfsög vonum við til að það þurfa ekki að halda. Og það var ómæntur gestur sem lendi á Kálfatjarnarvelli síðasta sumar en þá nauðlendi flugvél á honum. Jú, það er rétt. Hún hérna ákvað að taka hennar brautina til lendingar og snerti grínið en það sást ekkert á því. Það var hjólför en það var búið að jafna sig eftir 2-3 daga. Það var ekki neitt. Ótrúlegt. Landið á Kálfatjörn er ævagamalt og í lýsingum á golfbrautunum er að finna skemmtilegan fróðleik úr sögunni. Til dæmis þarf upphafsök á 9. teig að fljúga yfir Harðhaus inn á Fjósakotstún og síðan á Hátúnstún. Nafni Harðhaus er til komið vegna þess hve illa hóllinn fór með ljá bónda á Kálfatjörn í seinni tíð. Í miðju Hátúnstúni sem girt var grjótgörðum stóð Hátún sem var grasbýli frá kirkjujörðinni en fór í eyði árið 1920. Árið 1941 var þar byggður sumarbústaður en föst búseta tekin upp 1960. Það þekki allir alla með nöfnum hérna og það er kósí stemning á Kálfatjörn.
Ferðir til Englands í golf hafa aukist mikið á undanförnum árum. Goodwood vinsælt golfsvæði með 2 golfvöllum og fallegu golfhóteli á draumastaði í ensku sveitinni í West Sussex í klukkustundar akstursfjalað frá Gatwick flugvelli, en GP-ferðir hafa boðið upp á ferðir þangað. 2 keppnisvellir eru í Goodwood, Park og Downs, en Downs einn af 100 bestu golfvöllum Englands. James Braid sem sigraði 5 sinnum að opna breska meistaramótinu hannaði Downsvöllin sem opnaði árið 1914, en hann hefur skilið eftir sig eftirminnilega golfvölli og má þar nefna Carnoustie þar sem opna breska meistaramótið hefur farið fram nokkrum sinnum. Braid hannaði einnig Kings og Queens vellina á Glen Eagles golfsvæðinu og gæðin á Downs-vellinum eru því óumdeild. Á hennu glæsilega golfhóteli eru 91 herbergi, heilsulind og veitingastaðir. Auk golfvallana stór glæsilegt klúbhús og æfingasvæði. Fyrir þá sem vilja gera meira en að spila golf og hafa það náðugt á veitingastöðum og hótelinu í Goodwood, þá ýmislegt fleira forvitnilegt í boði. Á landinu sem í aldir hefur verið í eigu hertogans Richmond meðal annars Rolls-Royce bílaverksmiðjan. Rétt hjá kappakstursbraut þar sem meðal annars keppt á Ford-bílum en einnig á öðrum faratækjum sem fara hraðar en heimilisbílinn. Flugvöllur í grennd og þegar við vorum við golfleik flugu Spitfire flugvélar yfir golfvöllunum. Ef þetta ekki nóg hægt að komast á veðrið eða fylgjast með cricket, sem sagt svolítið meira en bara golf, og þeir sem vilja fara aftur í tíman í golfi hægt að taka fram eldgömlu kylfurnar og kannski fara þá í fatnað við hæfi. Richmond hertogi bjó í Goodwood setrinu og í húsinu eru núna glæsilegu veitingastaður og safn og skammt frá Kennels klúbhúsið sem opið fyrir kylfinga og aðra gesti Goodwood. Þar myndlistinni gert hátt undir höfði sem og fleiri úr sögu svæðisins sem rekja má aftur í aldir eða 300 ár. Þarna virkilega gaman að setjast niður með ljúfan drykk og njóta augna konfekts eða góðra veitinga í mögnuðu umhverfi jarla og hertoga. Here on the Goodwood estate, which is 12,000 acres of a family estate, which has a rich sporting heritage. So the sports here are cricket, motorsport, horse racing, aviation, and golf. So golf has been played here since 1914. Stewart segir að það sé aldagömmul hefð fyrir hvers kyns sporti á 12.000 ekrum af landi í Goodwood, krikketi, mótorsporti, veðröðum, flugi og golfi. Golf hefur verið leikið í Goodwood frá 1914 og útsinni frá efsta punkti Downsvallarins stórfenglegt. Það og landaregnin hefur haldið uppi nafni Goodwood í árhundruð. So, do you want the golfers to do some other things as well? Absolutely, that's what we want. We want people not just to come here for golf, but to enjoy some shooting, some driving, some flying, eating and drinking well, which I think they enjoy to do. Yeah, it's a great setting to do lot, and it's important that actually when people consider coming here, they look at the different options of things to do, because there's a variety of experiences for what people can enjoy themselves with here. Þegar Stewart spurður hverja séu hans uppáhaldsbrautir á völlunum, nefnir hann 1. og 18. á Park en aðra og 7. á Downs. 7. stutt par 4 þar sem hægt að njóta glæsilegs útsýnis í allar áttir. Góður hópur félaga úr golfklúbbi Suðurnesja hefur í bráðum 3 áratugi sótt Bretland heim að vori til golfleiks. Fyrstu árin var farið til Skotlands og leiknir margir vellir í hverri ferð, en svo kom Englandinn og einnig Wales og Írland. Suðurnesjamenn hafa leikið ansi marga velli á Stóra Bretlandi, meðal annars mjög marga af völlunum þar sem opna breska mótið, stærsta mót ársins, haldið. Nú seinni árin hafa GS félagar heimsótt fleiri svokölluð resort þar sem hótelið helst í göngufæri frá golfvöllunum. Hópurinn nefnilega aðeins að eldast og framboðið af svona golfsvæðum hefur líka verið að aukast á síðasta áratug. GS hópurinn fór til Goodwood í vor og þeir voru mjög ánægðir með túrinn. Hvað það skemmtilegasta við svona ferðir? Það bara félagsskapurinn
og svo náttúrulega flotti golfvellir, það er aðalega málið, finnst mér. Og síðan náttúrulega bara fá almennt veður. En öðru leyti er þetta bara búið að vera frábær túr, það sem komið er. Og Suðurnesjamenn verið duglegir að fara í þessar ferðir bara, já, síðan 1988 svo vita sé. Hvað er það sem að færi menn til þess að fara á hverju ári? Er þetta svona kickstarta tímabilinu? Já, gott að starta svona og fá gott þrek og æfa og spila í byrjun maí og við höfum reyndar að farið í apríl líka en þetta núna eins og við höfum búin að vera að spila núna er þetta bara mjög gott að byrja svona, koma sér í hérna form. Hvað finnst þér eftirminnilegast úr öllum ferðunum hjá GS? Erfið spurning. Eftirminnilegast er þegar ég fór Hole in One árið 2000 á St. Andrews. Það er toppurinn, langflótast. En hérna öðru leyti það er svo margir hérna eftirminnilegir hlutir sem hafa gerst hjá okkur. Gríðarlega margir. Mikið breyst í golfinu? Já, þetta er allt annað sko. Þetta er svona breytti tímar, skemmtilegri græjur sem menn eru með og við erum náttúrulega líka með þennan félagskap sem að menn hjálpa hver öðrum og laga menn til og þannig að maður sér bara breytingar á mönnum ár eftir ár og síðan náttúrulega eins og við erum að horfa upp á núna, það eru sumir að bæta sig og aðrir að gefa þess eftir eins og ég og fleiri. En alltaf ég gaman samt, eða þannig? Já, það er alltaf alveg frábært að vera hérna í þessu og bara mjög gaman. Ég held að þetta sé orðið, 33 ár hjá mér í golfi. Það er sæmilegu tími. Hvað finnst þér eftirminnilegast úr öllum þessu ferðum? Það er ég hitti fyrsta dræfið á gamla vellinum, Old Course. Af hverju? Niður undir læk. Ég ætla ekki að segja hvað ég fekk á hana. Jú, það var bóki. Og félagi GS spila mjög marga velli í bráðum, já, ég hætti að fara nálgast 25 ár. Hvað er eftirminnilegasti völlurinn? Ég held að gamli völlur sé eftir með næstur. Síðan er náttúrulega frábæri völlur fyrir Druids Glen í Dublin sem er mjög skemmtilegur. En St. Andrews vellirnir eru svona svita mest. Og Druids Glen, hann er bara eins og bara skrúðgarður sko. Svona, hvað er það sem að færi menn til þess að fara út til Bretlands alltaf á vorin, búið að gerast síðan 1988? Þetta er náttúrulega bara, félagskapur er náttúrulega rosalega skemmtilegur og svo bara það er svona öðru sér andrúmsloft í þessum ensku klúbbum, sérstaklega. Það er mjög gaman að koma í þessar gamlu ensku klúbba. Og starta tímabilin á Íslandi? Já. Þetta var alltaf að hugsa þannig? Já, koma sér í gang, það er alveg, og þetta er mjög skemmtilegt sko. Finnst þér ekki mikið að breyst á aldarfjórðungi frá því að þú byrjar að fara út? Já, vellinir. Já, og bara margt í golfinu? Já, margt í golfinu er breyst sko. Og kannski undanfarinn ár hafa við verið minna að fara á þessu gamlu velli sko. Við erum meira á svona resortum sem er fínt líka en hitt situr meira í minningunni sko. Það er alveg ótrúlega gaman. Það er náttúrulega skyldumæting að fara á St. Andrews. Það er bara, verður að gera það og deyrið sko. Það er bara svoleiðis, það er ekkert. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn býður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Ég er ekkert endilega svo allra besti í golfinu, en ég er nú samt oft að spila með Al-Gæjón og er ekkert að fara í punktu með þeir. Það toppar ekkert þetta sport. Ég meina keppni mann sjálfan, félagana, veðrið, landslæðið. Strákandi segja, ef golf væri kona, þá væri ég fyrir löngu koni í samband. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt. Er þetta svo kallar bræðra golf? Já, það er eiginlega hægt að segja það sko. Við erum hættir bræðra glímunni. Já, þetta er náttúrulega bara skemmtun sem að
tekur við þegar amstrið búið á deginum og frábært að vera með svona góðum félögum. Og í svona frábæri íþrótt? Já, sjálfsögðu. Þetta ekki spurning að halda áfram í golfi. Það heldur manni við og gerir mann bara yngri, ef eitthvað Hvað stundið hana mikið? Já, lítið. Það nú vanlega þannig. En það alltaf jafn gaman. Já, við förum nokkur sinnum viku. Þannig að það nú allavega hreyfing hjá okkur, sko. 3-5 sinnum í viku. Þið félagar hér í Selbergi? Já, félagar. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við golf? Skemmtilegast? Stuttvökin. Þau eru mest krefjandi og gefa mest. Þrýða félagunum, það skemmtilegt þegar maður fyrir að hólu í höggi hérna niður frá 8. sko. Hefurðu náð því? Ég hef náð því, já. En alltaf að tala það, sko, að það sé svo einmann að vera í einherjaklúbnum, sko, því að við erum ekki konið þangað ennþá. Við lifum það alveg af. Við lifum honum að njóta þess. Það var gaman að þessu. Það snýst bara það. Já, og ekki íþróttin líka svolítið svolítið. Hún býður upp á það, félagskap og hafa gaman. Og þú ert alltaf að reyna á sjálfa þig. Það aðalatrið. Já, það viðast. Já, alltaf ekki. Og kannski glíma við aukakílóin. Þau færu all hérna á þessu velli. Já, nú stundum líka þegar maður kemur heim, sko, þá veit maður að þarf að skipta sett. Hafið þið aldrei hægt í golfi? Nei. Út af því að ykkur hefur gengið illa? Nei, ég er búinn að vera alltaf stutt til þess að ég fara að hætta. Þetta alltaf skemmtilegt til þess. Ég er sammála með því. Þetta svo stutt síðan við byrjuðum það bara 5-6 ár. Byrjuðu alltof seint? Alltof seint. Því að þú fyrr? Nei, ég var á svipuðum tíma á þeir en svo þurfti ég að fara í aðgerð á sitt hvora öxlinni og það búið að taka mig 2 ára að koma tilbaka. Hann ennþá að tala þetta. Er þetta afsökun hjá hann? Nei, þú sér það, ég lengdu hendurnar á hann. Hvernig byrjaðir þú í golfi? Ég byrjaði bara eins og mjög flestar konur sem að byrja á efri árum að kallinn dró mig með sér í golf. Eða veist, ég byrjaði náttúrulega urra þegar hann fór í golf, skrapp í 4-5 tíma og ég með lítil börn heima. Þannig að þá náttúrulega sá hann fyrir sér annarkvort þarf ég að draga hana með mér eða hætta í golfi. Og hann sagði eitthvað tíma núna í veislu fyrir svona það verið ekki svona 2-3 ár síðan að þetta fór eiginlega framar væntingum því að hann vildi bara svona spila félaga og komið mér svo bara eitthvað svona kvennahóp svo hann geti spilað með köllanum. Það fór svolítið út úr böndanum því að ég náttúrulega fór all in. Þú fórst alla leið? Fór alla leið. Ég er svo náttúrulega íþróttastelpa upplegað á Akranesi, spilaði fótbolta lengi og spilaði alveg fótbolta með Stjörnunni til 2000 þangað til að börnin fór að koma. Þannig að ég hef alltaf elt bolta, þannig að þetta er bara slá bolta og maður nennir ekkert að vera einhverju til þess að maður þarf að hafa einhvern tilgang og æfa sig og þannig að þetta fór bara yfir í golfíþróttina þar sem ég var með í boltanum. Hvað finnst þér svona mest heillandi við golfíþróttina? Bara bæði úti var hún líka eins og fyrir krakkana bara hvað gildin eru sterk. Ég hef alveg 3 stráka sem geta alveg mist sig, sko, pirrast yfir einhverjum, þú mátt ekki pirra þig á golfi, þú verður að vera kurteis og þetta er svona gentleman's game, þú ert að skrá niður rétt skorð og þú lærir rosalega flott gildi í golfíþróttinni bara út í lífið. Að mæta á réttum tíma, virðingu fyrir tíma annara, þú ert að vera mættur að rás þegar 10 mínútur fyrir hans missur af honum. Þannig að það er fullt af svona litlum atriðum sem eru góð bara út í lífið. Þannig að það er bara golf fyrir litla flotta stráka sko, og stelpur er bara rosalega gott veganesti út í lífið. Og tala nú um þegar maður er komin á businessfundinu og getur tekið 18 holur með góðum golfspilurum. Það er það sem er komið í alla business skóla úti að það er golfkennsla líka. Ævar Finnsson, kylfingur í golfklúbbi Suðurnesja, vildi prófa að leika eina frægustu golfhólu Íslands, 3. brautina, Bergvíkina í Leiru, frá nýjum upphafsteig. Ekki frá landi, heldur frá sjó.
Mig hafði dreymt þetta lengi, sagði Ævar í samtali við Kilving.is, en upp á tækið var það veruleika í vikunni rétt fyrir Íslandsmóti í höggleik á Hólmsvelli sumarið 2011. Við ætlum að rifja hér upp gamla en skemmtilega frétt úr safni Kilvings. Í rjómablíðun lét Ævar þessa hugmynd verða að veruleika með hjálp vinar síns, Þórhalls Ingasonar, eiganda Trillunar Lilla. Þeir tóku með sér veglega grastorfu og tréplötu, slatta af golfboltum og kylfur og héldu út í Bergvík. Nú skildi ekki slegið frá hefðbundnum uppásteig sem þykir á flottum stað og fær marga kylfinga til að kikna í hnjánum, heldur úr lítilli trillu 70 metra úti í sjónum í Bergvíkinni. Ævar sló síðan nokkra úr Lilla og margir lentu á þriðju flötunni en einhverju náðu ekki yfir og endu í blautri Bergvíkinni en boltinn þurfti að fljúga yfir veglegan grjótvarnargarðinn sem liggur meðfram brautinni. Eins og sjá má var uppátækið skemmtilegt, þessi fína torfa á trillunni og jafnvægið flott hjá Ævari. Það sem langar að tala við ykkur núna hvernig við erum að æfa okkur. Það mjög algengt að þegar við erum að æfa okkur þá erum við að vinna í einhverju atriði í aftursveiflunni og það sem ég sé oft að fólk að einbeita sér og athuga stöðu og svo hættir það og byrjar upp á nýtt. Við þetta erum við ekki að æfa alla golfhreyfinguna og svo þegar fólk fer að slá þá hikar það í höggi og slær þar alveg slæmt högg. Þannig að ef við erum að æfa aftursveifluna endilega takið alla hreyfinguna og ég vissum að þið fara að slá betri golfhögg. Gangi vel. Já, það oft talað að þeir komi með peningan inn. Að þeir komi með peningana á vallargjöldin og allt það, en við þurfum að passa þennan hóp mjög vel. Það þarf að leyfa þeim að spila golf og láta kynna spila golfi og klúbbarnir þurfa kannski að standa sig aðeins betur með þennan hóp. Bjóða og velkomna, þeir eru alveg jafn miklu kylfingar og afreikskylfingar og einhver aðrir. Kannski það góða það sem við höfðum upp á Skaga, við vorum bara með völlin og allt sem við gerðum keppni og þetta var allt keppni og það var ekkert æfingasvæði til, það var engin básar eða neitt og við bara fórum út á völl, spilum kannski 54 hólur og það var alltaf eitthvað lagt undir eða fórum þá í chip og búkeppnir og þetta var bara lífið okkar bara þannig, þetta var tölvuleikurinn okkar upp á völli. Mér fannst ég þurfa að hreyfa mig meira en ég gerði. Var að vísa ræktinni en það var full einhæft. Allt að loka inn í einhverju tækjasal. Ég elska nálægðina við náttúruna sem golfið gefur mér og svo þetta félagsskapurinn. Það náttúrulega takmarkið að fá alla vinkonuna með sér í þetta. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú